Jæja, þá erum við komin í golfhanskana. Golfhanskarnir eru, ómissandi hluti golfleiks, myndi ég segja. Bæði upp á það þegar maður er að byrja, þá losnar maður við blöðrur og önnur svona óþarfa núningsár á höndum, allavega vinstri hendinni. Golfhanskin er notaður fyrir réttenda leikmann alltaf vinstra megin og einstaka leikmenn nota hanska á báðar, en ég myndi segja að það er alveg nóg að nota hanskan á vinstri hendinni. Það sem er kannski einkennandi fyrir golfhanskan, þetta á að vera svona eins og annað skinn. Hann á að vera mjög þröngur þegar þið kaupið ykkur golfhanska, þá á hann að vera mjög þröngur á hendinni eins og hérna. Þessi ætti að vera henta mér alveg briljant hérna. Svona. Það lítur þetta svona út og hann er alveg smellpassar þessi. Og maður finnur bara, gripi verður miklu þéttar og traustara. Og ég tala nú ekki þegar það farið að rigna, þegar það er raki, þá er frábært að vera með golfhanskan á sér. En athugið eitt að flestir bestu leikmenn í heimi nota ekki hanska þegar þeir eru að vippa eða púta. Hanskinn er tekinn af sér eftir að maður kemur svona í grennd við flatirnar. En við erum að nota þetta í lengri höggunum, við erum ekki að nota þetta í pútum eða eitthvað slíku. Það eru 2 tegundir af hönskum svona í raun og veru sem eru til. Það eru svokallaðir all-weather-hanskar sem eru gervileðurshanskar og þeir henta rosalega vel í vondum veðrum, rigningum og svona. En síðan eru til þessir leðurhanskar sem eru bara úr alvöru leðri og þeir eru, myndi ég segja, þeir eru frábærir. En leið og að rignir á leðri þá er það bara orðið eins og sápustykki. Þannig að það er ágætt að vera kannski með eiga 1 leðurhanska þegar það er þurrt. Þá er ekkert sem að toppar hann og síðan að eiga kannski annan svona all-weather-hanska sem að maður nýtir þá þegar það er farið að rigna eða það er blautt.